too old for this shit. Tveir á toppnum í samstarfi við Artwork. Artwork leigir út skrifstofur og vinnuaðstöðu fyrir bæði einstaklinga eða fyrirtæki, stór sem smá. Allt sveigjanlegar lausnir og þjónustu Artwork á artwork.is. Gullslegnu hlustendur, þetta hlaðvarpið tveir á toppnum, þáttur hashtag 141. Hvað finnst þér það áður? Það bara rosalegt. Já. Kemur ekkert óvart, sant? Við erum búin að vera svo duglegir. Nei. Við erum bara vel að þessu konir og þeir ættu í raun að vera 143. Já, eða 4 eða 5. 4 eða 5, já. Það er 2 út á sig. Já, einhverju klúrast út af einhverjum uppfærslum á tækjabúnaði og minniskortavesinni og eitthvað svoleiðis. En hér eru við. Já. Óbugaðir, en helviti tættir og erum rosalega mikið stressaðar og flýt okkur. Já. Þú ert að vera í vetrafrí. Já, við ætlum að taka hans fyrir. Ég er að fara hans til Akureyrar. Til Akureyris? Já, segjum að það, Akureyris. Nei, ég held Jesus Christ. Passaði. Og hlakka mér til. Þannig að við ákvæmum að taka hans fyrir. Já, það er þriðjudagur. Já, þriðjudagur, en Óskarinn er næsta leiti og ég er búin að vera að rýna þess í þetta. Já. Bæði Óskarinn og svo náttúrulega það sem er framöndana því ég manst að ég var að tala um síðvetra depur þetta í síðustu viku. Já, það var óvenju þungt. Það var þungt hljóðu mér þá, já, það er betra hljóðu mér núna. Birtan er farin að hafa sína áhrif. Það er haft eitthvað svona stólaskipti, sko. Þú varst með barlóminn sem er mitt einkenni. Nákvæmlega, en bara til þess að hlustendur svo ég kæti hlustendur þá má ég til með að minnast á það að þetta er svolítið eins og ég var að segja í síðast þetta að við erum smá á milli. Það er millikabli núna. Já, ég er búin að kanna það sem er framundan. Við erum að tala til dæmis eins og The Boys, síðasta serían af því. Hún fer að droppa núna í apríl eftir mánuð. Það er ýmislegt annað, til dæmis Invincible sem er svona teiknimynda þættir og overhitju þættir sem fyrir fullorðna á Prime. Þeir sem sagt byrja núna 18. mars. Þannig að það er þriðja eða fjórða held ég að 5. Og ekkert eðlilega gott stöf. Það er einhvern veginn bara fáránlega gott stöf. Ég gæti ekki, það er á Prime, ég gæti eiginlega ekki mælt meira með því fyrir kannski svona hörðustu nördana úti. Þannig að það er svo margt sem er náttúrulega framöndan, sko. Ég veit þetta er augljóst en ég vildi bara eins peppa mannskapin eftir að hafa dreigð allar niður í síðustu viku, sko. Ég fekk fjölda skilabóð, spurði hvort það væri lagi með mig. Það er lagi með mig, sko. Þetta er, þú veist, ég held að þetta geti verið að ég er búin að vera að gleyma að taka bætaefni, sko, D-vitamini. Börnirótina. Burnirótina. Hvað segir maður börnirót eða burnirót? Nú veit ég ekki hvað það tala um. Nei, þetta er svona jurt, sko, sem að, þú veist, gefur orku á veðna. Það er margir sem taka þetta á veðna. Ég tek sko 4.000 einingar af D-vitamin á dag. Það er þannig. Vel yfir ráðlögum dag, sko. Vá, vel gert, sko. Þetta veit ekki það. Nei, það veitir ekki að því, sko. Nei. Já, ég held að þetta sé það sem er að gerast um mér, sko. Ég er búin að vera að gleyma að taka bændefni. Held ég. Já, og ekki búin að vera duglegur að hlaupa. Nei, það er náttúrulega erfitt að fara út að hlaupa þegar það er svona ástand. Snjór og þess aftar, sko. Þó að maður sé mjög þakklátur alltaf fyrir birtuna sem kemur að þessu, sko. Já. Það er eiginlega skemmtilegast, finnst mér, sko. Og núna, þú veist, klukkan er að ganga 5:30 og það er bara bjart, sko. Já, bara. Þú veist, eftir 5 er bara bjart, hábjartur dagur. Þetta er algjörlega geðvitt, sko. Geggið. En talandi það, sko, ég er alltaf að tala um Netflix núna, ég veit ekki hvað það er en... Ég líka, ég er bara, það er eitthvað, maður er fastur á Netflix. En framundan nefnilega, sko, ég held að þessi 27. mars, þá kemur hérna Harry Hole. Það komur einhverju Netflix, er að koma Netflix eftir þennan frábæra norska rannsóknarlögreglumann, Harry Hole. Hann sem á að segja Harry Hole. Á maður að segja Harry Hole? Harry í alvunni, hjá John Wespe? Já. Já, ok. Hann er norskur, sko. Ég var að komast það í dag. Ég segi alltaf Harry Hole. Já, auðvitað segir maður það. Harry Hole. En norsku meilandi segja mér að hann heiti Harry Hole. Ok, hvað er að gerast? Það er að koma þætti semst hann. Já. Byður á bókunum það?
Joe Já, Nesbø það er rétt að vona og við færum þá bara beint í snjókallinu Nemesis og Rauðbristing sko Er þetta bestu bækurnar? Ok, Nemesis og Rauðbristingur Já, Rauðbristingur er 3. bókin og hún er svo fyrsta sem kom út á íslensku og það er semst ég húkaðist þar sko Ok Hinar fyrir 2 voru svona allt í lagi og svo bara svona herðist róðurinn og þetta verður betra og betra Já, ég bara lesi snjókallin sko og það er bara eitthvað besta glæpasa sem ég lesi og geðvik og sem var svo úr alveg skelfilega vond bíómynd með Michael Fassbender Ég skil aldrei hvernig það kom til þau byrjuði á að hann aðal maðurinn einhvern veginn var átti að leikstýra þessu Já, hver er aðal maður? Aðal maðurinn sem gerði Goodfellas Já, Scorsese Martin Scorsese, hann átti að leikstýra þessu svo einhvern veginn var hann dottinn í framleiðslu hlutar held ég og svo einhvern veginn var hann bara dottinn bara alveg úr þessu og bara einhver tók við og svo var þetta bara einhver ömuleg mynd það er samt afrek að geta gert svona vonda mynd úr jafn góður hráefni og þessi skáldsagar sko. Ég skildi ekki sko. En veistu meira þættina þú veistu hvað er svona planið það? Nei, ég vissi eitthvað ég er búin að gleyma þið en þetta lofar alveg góð maður hefur náttúrulega ótrúlega trú á Harry Hole sko. Já, er þetta norskir, væntanlega norskir þættir? Það er þetta að vona það er ekki verið að staðfæra þetta í Mexiko Nei. Department Q meðferðin einmitt, taka danska þetta og gera skosku taka Karl Mörk og henda hún til Skotlands Já, svo sko 20. þessa mánuðar þá kemur Peaky Blinders bíómyndin The Immortal Man sem allir eru búin að býða þér fyrir hún beint á Netflix? Já, hún er í bíó núna í einhverjum vöndum kvikmyndahúsum sko. Ok, þá spyr ég fyrir hönd hlustenda sem hafa aldrei horft á þetta og maður að horfa á þetta Sko, ef þú ert að horfa á Peaky Blinders þá hættur ekkert en, og þetta hefur fengið svona frekar góða dóma en við sýnum samt svolítið svona loka niðurstaðan verið hjá gagnrýndum að við þurftum ekkert þessa mynd þetta sé svona eiginlega óþarfi en allir lagi mynd og munar það náttúrulega mest Cillian Murphy sem Já, hann náttúrulega mæti þangað sem sín aðalkarakter sem Tommy Shelby og er frábærvist og svo er hérna Barry Keoghan Já, hann er hérna Er hann vondukallinn? Já, hún er til hals og tröst alltaf sé ekki einn af svonum Tommy Shelby sko. Já, þannig að hann er ekki í vondukallinn Nei, ekki andstæðingur Ég haft svona smá áhyggjur hún er af því að hann er, þú veist eins og við vitum rísandi stjarna var hann að deyta Sabrina Carpenter tíma og byrst í hérna tónlistarmiðbandi með henni Please og hann var náttúrulega í Saltburn við gerum náttúrulega þáttum Saltburn hérna bara þáttum nummer 5 eða eitthvað ekki fáranlega snemma hann var það sem að drakk baðvatnið hans Elordi einmitt frekar næsti hvetjum allar til þess að horfa á þá mynd en ég hef haft ágjörð á honum að því Crime 101 þá var hann vondikall svolítið bara svona brútal bara vondikall ég er smá ágjörð ég veit ekki hvað ég hef þessu ágjörð það er kannski aðeins og snemmt að hafa þér að hann festist bara í þessu hlutverki sko. Já, það er vondi Já, þegar hann er með svolítið svona vondukalla andlit er það ljótt að segja mean looking hann er alltaf mjög auðvelt með að bregða upp því andliti Já Ok, þetta er á fært til bókar kannski eftir 5 ár er allt komið í skrúna hjá hann eins og Oddur Ævar myndist nú á þá getur við skjálfist þetta ég hafið ágjörð þessu það samt ekki, hann er alltaf það hæfilega ríkur mjög öflugur leikari ok, þannig að hann er í þessu þú ert spenntur fyrir þessari mynd einhvern tímann hefði ég verið spenntari en náttúrulega þetta er orðið alltaf að tala um þetta þessi langa bið og löngu hlé á milli hvernig komum síðustu þú veist, fyrir okkur sem að við höfum aldrei hort á þetta Hefur ekki hort á það? Nei, ég hef aldrei hort á þetta Ok, nei, ég manna ekki, það er örugglega komin 2-3 ég veit ekki, það er volangt En þú myndir mæla með þessu? Já, til dæmis ætti ég bara að byrja núna fara að hlaða í þetta er ykkur hvað, 6 seríur? Já, 6 seríur, já, þetta er alveg rosalega skemmtilegt og gott stöf sko. Ok, það var oft talað um að hana House of Guinness væri svolítið eins og þetta og náttúrulega einn af gæðurum sem gerir Peaky Blinders Já, akkurat Þetta er vantanlega tölvört betra Já, House of Guinness það er náttúrulega bara bjór sko. það er náttúrulega whisky-prósenta í Peaky Blinders sko. Já, nei, allavega
Þetta gerist þannig hvað 2000-öldinni í byrjun 2000-aldar í Írlandi nei, þeir eru írskættar þetta aðal pleysið hérna hvað heitir hérna Duran borgin hérna London nei, Birmingham Birmingham, geðvögt Aston Villa frá Brummies, þeir eru Brummies sko, Peaky Blinders sko þessi myndi 858 The Immortal Man Immortal Man wow, geðvögt after his estranged son gets embroiled in a Nazi plot self-exiled gangster Tommy Shelby must return to Birmingham to save his family and his nation wow, þetta hljómar rosalega þetta var samt orðið eitthvað svolítið skrítið í 5. eða 7. seríu sko. Þetta var svona, var hann komin okkar í pólitík og það var ekki svona dýftin grittið mest í fyrstu þáttaröðunum sko. það make sense þetta gerist þá fyrir þetta þú veist fyrstu seríunar eru algjörlega geggjar og svo verða vinsældanna svo miklar að þá kannski vera að halda í oft bara gerum eina seríu og þá farið að prjóna að spinna meira þá er alltaf erfiðara þegar þú ert með þú veist, svo mikið að þáttum persónar þú þarft einhvern veginn að fara að bæta við einhverjum leyerum á persónur eins og þarna allt í einu bara að það var, þú veist, plottið að þetta eru glæpamenn ekki bara ósýpnir gangsterar sko. og svo hann bara komin í pólitíkina sko. Heyrðu, svo náttúrulega stóra fréttin það er best að þig segja þetta með TikTok-röddinni Ísland að fara í Evrópusambandið? Blóðsitt og tár sem hann fór í sem sagt, þetta TikTok-innslag fyrir Vísi hvetjum hlustendur að fara að Vísi á TikTok eða þú veist, ég veit ekki, Instagram Get ég sett þetta TikTok-vídeó í toppfólk á Facebook? Já, þú getur downloadað held ég eins og til dæmis TikTok en það sem fór blóð, svit og tári að gera þetta sko. fara aðeins yfir ESB-máli sko. bara minnstamáli heimi sko, frá 2009 til 2026 eða þannig Nei, ég er náttúrulega svo ánægð með sko að þetta er ríkisstjórnin Við þurfum að vera öflugur á TikTok Dóti. Já Veist, það er hérna samkynninsalar alltaf á TikTok og með sín keppinautar og við erum alveg bara dauða þögn í 2 tónum Já, ég held að ég sé nú búin að vera í 2-3 ára legin að láta hana Röggu dóttur mín að kenna mér á þetta helvíti sko. Nei, ég er náttúrulega skilit ekki Nei, ég bara, með því hvað ég var með þetta Já Þú veist, þá bara, ég veit ekki hvort þú sen sko. Nei, ég hef ekkert sérstaklega ég er ekkert bjartinn á það En hvað það? Ríkisstjórnin trommalósus upp með dagsetningu á þessa ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu 29. ágúst Já, og hvað er merkilegt 29. ágúst? Sami dagur og heimurinn tortímindist í termininu 1 og 2 Nefnilega, Judgment Day í alvörunni, ég bara giska Nei, ég er náttúrulega alltaf að tala um þessa dagsetningu sem þáttum Þetta er náttúrulega legendary dagsetning 29. ágúst Er ekki galið við höfum aldrei tekið sér þá termininu 2 Jú, eiginlega Og við gerðum mjög lítið að því í fyrra að taka svona ammælstætti Við gerðum það þannig fyrsta ára okkar Tókum til dæmis Pulp Fiction Eurotrip sem er alveg stórgóðslega mynd Legendary þáttur Legendary þáttur Skrítið, Já, við þurfum kannski að huga þessu Ég held að Taxi Driver sé 50 á þessu ári til dæmis Halló Ég hef aldrei séð hana Er hún Surprise er hún góð? Já, hún er náttúrulega svolítið svona mikið mál sko Já Hún er ógeðslega langt síðan ég sá hana á síðast En já, það er svona afmælisættir við mættum alveg herra okkur því En ég var nú eitthvað að tala um Terminator einn daginn af því ég horfði á hana Nýlega? Já Númer 2 Já, númer 2 Ég man eftir því og talaði um staðsendingu 29. ágúst Já Þetta er afmælisdagur Michael Jackson líka Vá og Önnu fyrirvændi konuna minnar Var þetta með, já, og Önnu ok, var þetta með ráðum gert hjá James Cameron leikstur á myndarinnar? Nei, ég held bara að og handritsöndi? Nei, ég held að þetta sé eitthvað í kosmosinu það sé eitthvað, kannski svona cinematísk bölvun yfir 29. ágúst þannig að mér finnst þetta mjög djarft hjá Valkyrjónum að alltaf stefna þjóðinni í þessa atkvæðagreiðslu á þessum degi. Þetta geti verið, þú veist að það fyrsta sem ég hugsa bara, ég veit ekki hvort að hlustundin enn að hlusta þessa greiningu en ég ætla bara að segja þetta þetta er minn þáttur, ég má þetta ég meina þú Nei, ég hugsaði fyrst bara, ég hugsaði bara heyrðu, þetta lítur að vera slamdöng bara þjóðin lítur að segja já þessu þetta gæti verið bananæði sko
fyrir ríkisstjórnina sko. Það gæti orðið, þú veist, þetta verður tæft sko, með svona fyrstu skoðanakannir. Já, ég held að þú getur alltaf treyst sko neyfólk til þess að jarða þetta. Já, og þessi þjóðaratkvæðagreiðsla sem snýst hvort við ætlum að halda áfram aðildarviðræðum við ESB, ekki hvort við ætlum í ESB. En samt snýst umræðan það við séum að fara í ESB sko, þetta er svo galið og óþolandi. Það er allavega gott að 2 tónn stuðleika upplýsingaóru sko. Munið það ekki hlustundur ætlum að halda áfram í viðræðunum já eða nei, ekki ESB. En ég ætla nú bara að kasta þessari gauka þessari hugmynda Erum við að fara yfir myndir ESB eða? Ertu með þann lista? Er það að koma mér óvart? Ég held að það verið skemmtilega myndir. Númer 1, bjúrokrasi. EU, the beginning. Nei, ég ætla að gauka því miðflokknum að þeir eru einhverjir þeim tengdir alltaf að búið til eitthvað svona sniðu myndbönd einmitt sko. Þeir eru miklu betri sko. Já, en sko á 29. ágúst 2006 dagurinn sem að íslenska þjóðin gerði út af þessi. Eitthvað svona sko. Já, eða getur gert út af þessi eða bjarga sér, þetta er eiginlega of gott content sko, fyrir miðflokkin. Framtíð 400.000 sálna var í uppnámi eftir 29. ágúst eða það sem Sigmundur Davíð kallar dómsdag. Hversu, nú veitum við að Sigmundur Davíð Gunnlaugsson er mikill movie buff, hann er mikill Star Wars maður. Jú. Þú tókst nú eitthvað viðtalinu í fréttablaðinu Star Wars Lego, hann er fullt af Star Wars Lego. Nei, ekki Lego, alvöru, bara orginal kenner Star Wars stótt sko. Hann á alvöru Star Wars stótt. Já. Hversu lengi heldur hann verið átt sig á því að þetta er The Judgment Day? Sko, ég Dómstæður. Verði ekki bara að treysta því að hann sé ykkur hlustandi og Já. Við höfum heldur ekki talað hvernig við ætlum að takla þessar sveitarstjórnarkosningar 2 tónnum, Tóti. Tveir á toppnum í samstarfi við Aðalskoðun. Aðalskoðun býður hlustendum 2 á toppnum upp á 20% afslátt af bifreiðaskoðun. Það eina sem þið þurfa að gera er að mæta á staðinn og nefna 2 á toppnum. Aðalskoðun er með skoðunastöðar á 10 stöðum við sverum landið og þar verður tekið vel á móti ykkur. ...29. ágúst 2026. Valkyrjurnar tortíma íslensku þjóðinni. Þetta er eiginlega... þetta er alveg, þetta er rosalegt. Þetta er svo steinleikur. Þetta er steinleikur. Þetta er steinleikur. Nei, ég veit ekki, sveitarstjórnarkosningarnar, hvernig ætlum við að takla þær? Já, ætlum við ekki að bjóða öllum 8 landsins sem vilja. Já, hvað er þeir margir? Jú. Svona 400. Við ætlum nú að taka eitthvað tvist á forsetakosningarnar. Jú, við gerum það. Við bjóðum frambjöndum sem hefðu áhuga á að mæti þáttinn. Og kom enginn? Nei, kom enginn. Já, nei, ég held að við höfum fallið frá þess að því að þeir voru svo margir fyrir okkar smekk sko. Aha. Já, hvað voru 12? Þau voru mjög mörg. Já, ekki jafn mörg og oddvitar í sveitarstjórnarkosningunum. Nei, ekki ef við myndum taka all landi sko. Nei. Og meira sem við myndum taka höfuborgsvæði, þetta er alveg bara, þetta er þvílíkur slatti sko. Bara Já, sem við myndum taka Reykjavík, þá var hvað 6, 7, 8, ekki? Jú, það væri samt alveg þessi virði sko og þá láta fólk bara svara því hverjar eru uppáhalds bíómyndin og hvaða þætti er að horfa á. Mér finnst það segir þér svo mikið manneskjuna sko. Það er nákvæmlega sem ég ætla að segja. Þetta er mjög persónuleika afhjúpandi. Já, þessi sem eitthvað segir, ég er nú alltaf haldið upp á Top Gun. Já, þú fara ekki alltaf mitt. Einmitt, nákvæmlega. Tom Cruise er enda minn uppáhaldsleikari. Akkurat, já, einmitt. Þú hefur ekki til mánuleika. Gleymist að þú náttúrulega þolir ekki Tom Cruise. Nei. Þú veist, það gleymist ekkert, ég manna. Nei, ég líka reynu og nota all tækifæri til að minna á. Það eru nokkri sem að þú þolir ekki. Það er Tom Cruise, það er líka Daniel Craig, þolir hann ekki? Jú, nei, Daniel Craig var bara leiðilegur þegar ég fór og tók viðtal við hann á Casino Royale en... Er það ekki döðasök? Hann var með þvílíka stæla við það ekki? Já, með stæla en ég minna, maður er nú ýmsu vanur sko. Nei, hann er næst uppáhaldsbondin minn og ég fíla þessar... Pierce Brosnan uppáhalds? Sean Connery. Nú, ok. Það er alltaf svo. Já, má segja Craig hafi svona rétt smokra sér upp fyrir Brosnan. Ég var alltaf mjánað með Brosnan. Já, hann var svona Bond æskuminnar sko. Já. Diana O'Day var bara besta menn sem ég séð sko. Já. Svo gerðist þarna jöklunum á Íslandi og óvinnurinn var eitthvað Norður Kóreumar. Já, með nýtt andlit. Já, með eitthvað nýtt andlit og var í eitthvað mannstæmi til hvað það var skrítið plott. Maður þarf eiginlega að fara að horfa á hann aftur. Þá var samt svona... Alla bondmyndar er nefnilega mættar á Netflix.
Já, sem einmitt mjög skrítið að því Amazon á þær skil ekki neitt sko. Við skiljum aldrei neitt Nei, við skiljum ekki neitt Nei, við erum ekki dýtað Daniel Craig ég er bara alltaf gaman að segja frá því hvað hann var ógeðslega fúll sko. Akkur var hann svona fúll? Ég held að hann hefði bara sko, verið komið ógeð á Bond bara áður en að fyrsta myndin með honum að frumsýn sko. Þegar svo var hann töðandi og vælandi í öll árin sem hann lék Bond þetta var allt svo eitthvað leiðilegt og nennið sig ekki og langar ekki að gera og núna er náttúrulega eins og hlutverkans í Knives Out þar sem hann leikur hennan rannsóknar Benoit Blanc og er með hennan Southern accent sem er basically bara, bara allt sem að Bond er ekki sko. Nei, það er nú Tom Cruise er alltaf eftirlist og svo mér líka alltaf verið frekar illa við Brad Pitt Þeir hefur verið illa við Brad Pitt Leðilegt að hann mætti árið kerðum landi á mótihjóli án þess að hafa sambandi okkur undarlegt Það er alltaf mjög leðilegt og svo er líka alltaf í þann hókfæri töðunar á mér sem að verða eitthvað problematíska því að problematíst vegna hann er greinilega bara solid gaur sko toppnáki Brad Pitt? Nei, Ethan Hawke Ethan Hawke, já, þú hefur fóldir hann ekki en þú ert aðeins ég hef fundið á þér að þú ert að koma með smá svona soft spot fyrir honum Já, ég er að mildast sko og er kannski bara búin að aðlast hann þroska geta viðurkennt hann er náttúrulega bara mjög fínn leikari og svo er alltaf bara að koma svona fréttir af fólki fréttir á honum sem sína að þetta er bara góður gauður sko Einmitt og fólk ber honum mjög vel sög Dóttir hans og Uma Thurman náttúrulega algjör snillingur sem leik í Stranger Things Ég er svo umurlega ég man ekki hvað hann heitir Nei, en erum við búin að gleyma Stranger Things snillingur Já, við erum svolítið búin að gleyma að tala um þetta í síðasta skipti þá náttúrulega verður að rýma fyrir sko nýjum upplýsingum Einmitt, akkurat Einn af aðaleikunum við því leik í Industry núna, seríu 4 sem leik bróður Will stóra bróður Will og ég bara kláraði bara Industry Ertu bara búin með það? Ég er bara búin með það sko. Þetta var bara svo gott sko. Þetta er bara, ég mæli bara með þessu og ég er búin að setja svona miljónsinn vorkin öllum sko. Það er ekki að fara að reykja þetta alveg í smáturum en það er íslensku leikari Varstu búin að Industry? Já Nei Jú, ég var að skoða það er Eysteinn Sigurðarson Samur í Hijack Samur í Hijack sem að Kolla Bergþórs Þetta er bara orðið frétt Ég veit það, þetta er bara frétt í vinslu Hvað heitir hann? Eysteinn Sigurðarson Ok, nú slú hana engin keppinautur vísis hlusta á þetta Eysteinn Sigurðarson Mikið hlusta á því Jesus, já, vámar Ég fer bara hérna í Industry Þetta er ekki hérna Industry Hvað er legan Industry? Vámar, þetta er ræðilegt útvarp Afsakið þetta Frábært útvarp Tveir menn kíkja í síman sinn Já, en ekki báðir á sama tíma sko. Ég hef mestar ágjörð á því sko. Já, ég var að skrína þetta Ég er mjög hrifin Þetta er skemmtilegt, ég er hrifin að þessu að hann sé Já, er ég svo bara að ljúga þess að Nei, Industry Ég ætla að followa hann á The Social Media Eysteinn Sigurðarson Það er að leika margir í þessum Industry Já, við þurfum að bjóða honum klálegin á þátt En svo er ég dottinn líka Ég ætla að segja hlustinu þetta bara en þú leitar Ég er sem sagt dottinn í okkar konu á Netflix sem bara allt í einu bara birtist eins og þruma úr heiðskýru lofti Ertu að tala um Vladimir og Rachel Weisz? Já, ég er að tala um Vladimir sem er eiginkonum Daniels Craig svo áttir þið á brúnni sko, og hvað þessi þættir eru úthugsaðir sko. Býttu búin að vera að tala um Daniel Craig sko. Ég vissi að hún hefði verið bondgæla í Casino Royale Var það? Já, þannig kynntust þau vantala Já, þau eru alltaf hjón Þau eru hjón? Já, ok Ég er búin að horfa þetta Ég er búin með þetta 8 þættir 30 mínútur hver Þetta er sem sagt fyrir þau sem hafa ekki hlusta eða sem horta á þetta á Netflix þá er þetta er svona bandaríski þættir hún er svona prófessor í bókmenntafræði og hún er með samkennara sinn sem er ungur maður á heilanum og hún er í einhvers konar Já, það er hann Vladimir og þetta er mjög svona kynferðislega þættir einhver leiti, en svo er hún alltaf í svona hún er alltaf að brjóta fjórðaveginn, hún er alltaf að tala í myndavélina sem er mjög áhugavert og Rachel Weisz náttúrulega bara þú veist, hún var bondgæli í Casino Royale Mari, ég hef ekki séð henni mjög lengi Nei, hún hefur ekkert sést mikið hún var sko fáránlega góð í mömmi myndunum sko, hún var Evie hérna í fyrstu mömmi myndunum
Heyrðu, alveg rétt þar fjall ég nú að fyrir henni, sjálfsög, já, tíma, sko. ég líka 100%. Alveg frábær Mér finnst þetta heilt yfir skemmtilega þættir. Ég er ekki búið með á 6 þættir, 8. Ég hugsa náttúrulega Netflix alltaf þegjandi þurfa þetta að vera 8 þættir, veit það ekki. Þeir eru allavega bara 30 mínútur hver í þetta sinn. Það munar nú það. Þú veist, það munar það sé ekki 50-60 mínútur. Og þú nálgast Netflix alltaf með svona ákveðna fordóma. Já, ég er alltaf með smá fordóma, já. Þú veist, áunna fordóma. Að þegar núna alltaf er ég bara á því að bara HBO Max sé eitthvað neginn bara besta strefis þetta, sko. Ég er alveg hooked á HBO Max. En ég mæli með þessu fyrir hlustendur að fara að horfa á þetta. Sérstaklega þetta eru svona ennið dæmi svona myndi ég segja gelluþætti, sko. Og ég er mikil aðdáandi. Já, þú einhvern veginn alveg bara gengur gladur inn í markkópin svona konu þættir. Já, 100%. Ég var bara alveg upp svona, Tóti. Ég var alveg upp að horfa á Bold and the Beautiful, Glass Warner, Nágranna, Buffy sem er náttúrulega líka gelluþættir. Buffy, já. Buffy eru gelluþættir. Já, algjörlega. Já, nei, ég er búin. Ég held að þetta er eitthvað bomba. Ég held að þetta kannski myndi mótmála þessu. Nei, ég sjálfur er svona, sko. Ég bara ég fer fínt með það, sko. Já, 2 gellur. Nei, ég er búin að sjá 1,5 af þessu. Já. Byrjaði náttúrulega bara að horfa að því að Rachel Weisz er í þessu. Það var húkið mitt, sko. Já. Svo er ég búin að sjá í bresku miðlunum frekar svona lofsamlega dóma frekar hana og þessa hvað er þetta að segja psykopatísku persónu sem hún leikur eða ég áttum ekki alveg á þessu, sko. Hún er með hann á heilanum. Hún er svolítið svona fleiki og er þarna náttúrulega í einhverju frekar svona súru hjónabandi með einhverjum öðrum prófessor sem að er komin í eitthvað svona MeToo skandal. Já, einmitt, akkurat. Svo hjá nemendum. Einmitt, það er svona alls svona gangi. Ertu búið með þetta? Nei, ég er sérst bara búið með 1,5 þátt, sko. Já. En bara var svo ánægður þegar ég sá að þetta væri bara 30 mínútur. Ég er rosalega hrifinn að því að fá stundum bara serjur sem var hægt að gunna í gegnum bara. Ég get strax komið gagninn á þetta, sant? Já, gott. Mér finnst bara þetta hefði getið verið 5-6 þættir, sko. Já, þetta hefði ekki þurft. Já, ég er algjörlega þar. Og ég einhvern veginn bara, þú veist bara einhvern veginn nenni alls ekki, sko, skilur. Þú veist, ég veit ekki, mér finnst bara alltaf að vera oft svolítið svona þund, sko, en kannski eins og ég segi þó ég gefi mig út fyrir að gella, þá kannski er þetta ekki alveg, þú veist, ég er ekki 100% gella, skilur. Nei. Þannig að mér svona líður svona mjög margi getur verið sátti með þetta. En þetta er ekki alveg, en þú veist, ég mun klára þetta. En í vikuna, við vorum svolítið með þetta í gangi, sko, skilur, ég og bara kæra og þú veist, og þetta er einhvern veginn bara, þú veist, þetta er bara í gangi. Já, þetta er bara í gangi. Já, og maður er alveg, þú veist, það er alltaf í lagi, en maður er svolítið mikið í símanum. Þetta er svolítið þannig þetta, sko. Já, nei, en hann svo líka, svo sem leikur eiginmannin, ég man ekki hvað hann heitir, en hann var einn af gæjunum í Mad Men. Já, hann er alltaf frábær. Lék líka pappa, Robert Downey Jr. í Iron Man. Já, til dæmis. Til dæmis. Og mér finnst þetta Howard Stark. Já. Það er litla sem ég sé á þessu samt að þetta er alveg svona að tala inn í einhvern veginn samtíman, kannski svona aðeins búið að missa af hátindi MeToo fylgjunar en þú veist, þetta er svona Hvernig finnst þið leikar að leiki? Mér er svona stundum eins og línu sem er svona furðulega sagðar, en svo finnst mér eins og það eigi að vera þannig. Mér finnst eins og hún alveg svona að segja, hún er smá skrítin, sko, hún segir allt með svona theatrics, en ég held að eigi að vera þannig, skilur. Þannig að kannski er bara punkturinn að fara yfir hausinn á mér, sko. Hún er svona næstu í svona jafnaldra mín hérna og ég tengi alveg ágætlega við hana, sko, og gremjun og það sem er að pirra hana, sko, þegar maður er svona aðeins einhvern veginn farin að feita út, sko. Það fara að skikja á mann yngra fólki, sko. Er þú upplifað það? Ég er upplifað mér alltaf bara eins og bara dínasór, sko. Er það? Nei, ég er að reyna að búa til eitthvað dramur. Þú veist, þú getur alltaf opnað hérna, Tóti. Það veit enginn að þessu. Nei, ég veit það. Það veit enginn að þessu hún segir hér, nema ég og þú. En þannig að þetta er svona, það er eitthvað í gangi þarna. Og svona, sko, ég setti þetta í ganga því ég er alltaf að reyna að fá Dóru til að horfa okkur með mér. Já. Hún vil alltaf frekar vera bara á TikTok eða eitthvað í tölvunni, þannig ég setti þetta svona í gang og hún svona gaf sér eitthvað smá gaum, sko, eitthvað, leiti upp og svona já, fór eitthvað að spyrja út í hvað það væri og þetta er kettlingaþáttur, hvað var ég bara einn að horfa á þetta það er ótrúlega, sko að þegar, sko, svo er, þú veist, fyrstu tveir eru mér aðstæðum að segja svo annar þáttur hefði verið flottur fyrstu þáttur mér aðstæðum að skilja hvað við bara þau hefur bara farið strax í þetta
áframgang með smjörið, sögurþráðin Já. skilur það, ómikið að vera að stilla upp hlutunum fyrstu, svo einhvern veginn þriði kannski allt í lagi en svo svona fjórði, fimmti bara einlega leðilegir svolítið svona miðjan á seríunni augljóslega, hér er ekkert að gerast þetta er Netflix-sería skilur ég enda einhvern veginn alltaf í þessu þessari gagninu er þetta þú eða er þetta Netflix? Það þarf að fara að greina þetta í ræmi sko. Þetta er annarkvort en það sem stuðaði mig að byrja strax að trúfum með mér finnst ekkert var í henn af Vladimir sem hún er eitthvað með heilanum astnalegu góður sko hann lék náttúrulega hann ástarþáttunum sem allir fengu á heilan sem við gáum aldrei gaum One Time eitthvað par sem að kynnist í Edinborg þess vegna eiginlega gæti ekki horta át sko, ég hef bara farið að gráta svo er eitthvað svona algjörlega svona þú veist, hún er að lendi í einhverju konceptera, hún lendir í einhverju slisi í fyrsta hættinum og sér svona alla æfi sína fara, þú veist fer yfir alla æfina í hausnum árun hún deyr og það eru við erum að fara yfir æfi hennar með henni lítið upplífgandi mjög lítið upplífgandi sko, þannig að hann heitir Leo Woodall hann er svona up and coming sko. hann hefur í White Lotus og eitthvað mér finnst hann ekki vera sá hang sem að þetta vera nei, mér þannig ég skil kominar þú veist, maður vil náttúrulega ekki vera veist, hann er ekki ómyndalegur en þú veist hann er asnalegur hann er svo heimskur sko. samskiptin eru svolítið fulleg þetta er kannski stundum svolítið svona bandarísku þáttur fyrir minn smekk, skilur og maður er einhvern veginn líka fastur í því eins og við höfum talað hérna í tveir tótnum að þú veist, stundum vill maður bara, þú veist, eins og industry er svolítið right up my alley, sko svona intellectual svona siðferðislega álitamál krakkar sem er að þú veist, byrja að vinna í banka skilja ég hvað við, þú veist, þið bara fatti konceptum leið og ég segi þetta þú veist, mikið af svona realistic dilemmum, siðferðislega dilemmur einhvern veginn sem kom upp í þáttunum karakterar svona gráir þú veist, ekki endilega eitthvað fullkomnir svona marglaga svolítið og þessi Netflix og þessi streymisveitöld sem við erum að upplega hefur náttúrulega svolítið ítt svona mikið efni að koma út, sko skiljið, en það sem ég er svolítið spenntið fyrir akkurat núna við höfum bara úr einu í annað við verðum að gera það eru konar einhver risaelu þættir á Netflix með Morgan Freeman er þetta ekki samt bara eitthvað svona fræðslu eða heimildættir? Jú, þetta er svona heimildættir Morgan Freeman bregður sig David Attenborough að tala risaelu Nefnum svo er þetta náttúrulega að því að þú veist risaelur eru eins og flesti vita löngu útöður, þannig að þetta er allt svona CGI, þetta er ágæðslega fyndið en svo er þetta ógeðslega vinsælt, ég skilða bara undirlega vel að því að maður hefur alveg eitthvað skrítin áhuga þetta er topp, þetta er nummer 1 á Íslandi í dag og þú veist, ég skilda sko. Já, en risaeðlur er náttúrulega óendanlega heillandi það eru mjög heillandi sko. Þannig að þetta er svona Jurassic Park Discovery þetta er svona, þú veist, hann náttúrulega var í heimildaþáttunni myndinni mörgæstinnar keisaramörgæstinnar Morgan Freeman Morgan Freeman, hann náttúrulega lísti, þú veist, mannst ekki þetta var velunarmynd Jú, ég man að ég veit ekki viðtal við leikstjóran ég man ekki þetta Morgan Freeman Nei, hann var að ég held að sé rétt hjá mér, hann narritaði en já, svo er hann að, þú veist, það er komið svona alls konar true crime dæmi á Netflix sem ég líka pæli TikTok killer og eitthvað sem ég mun horfa á sko one day sko svona ánægilegasta svona surpriseið í gláfum mín í síðustu viku var sjóræningjamyndin The Bluff á Prime. Var hún svona góða, skemmtilega? Já, sko, sjóræningjar eru náttúrulega eins og risaeðlur. Það er eitthvað ómótstæðilega heillandi við sjóræningja og hann er Karl Urban, vinur okkar, er rosalega vondur sjóræningja Captain Connor sem að til að segja eitthvað óuppgerðar sakir við Bloody Mary sem að Priyanka Chopra Jonas leikur. Ok, hún er í þessu eiginkona Jonas Brother. Er hún eiginkona Jonas Brother? Já, ég held að. Já, allavega þau höfðu verið svona makkerar í sjóránum og ná sér í hellingagulli. Já, hún er gift Nick Jonas. Já, og svo eitthvað vegna þá reynir hún að drepa Karl Urban og stingur af með gullið og er búin að koma sér fyrir á svona huggulegri eigingstar í Karíbahafinu búin að finna sér mann og eignast son og allt er bara næs þegar að þessi sótraftur dúkkar upp með eitthvað hardcore sjóræninga gengi til þess að ná í gullið og hefna sín á henni
og þá náttúrulega bara stígur hún fram sem bara, þú veist, bara einhver Daredevils Elektra eða ég veit ekki hvað, ótrúlegur fighter sko, og með svona fullt af svona booby traps og bara, þannig að þetta er skemmtilegt þetta er skemmtilegt sko og fer alveg rosalega vel á stað og komur óvart hvað þetta er brútal, þetta er bara ofbeldið er svolítið skrúað upp sko en svo einhvern veginn svona aðeins lekur þetta út í eitthvað klassíska síru en samt gaman og Boba Fett er Boba Fett, Temuera Morrison já, hann er með Karl Urban í liði framan af sko sé líka gæðin sem að leikur Ismael Cruz Cordova sem að leikur einhvern álfi Lord of the Rings þáttunum hann er hann líka Lord of the Rings Reunion já, heldur betur það kom mér alveg skemmtilega óvart og ég svona þetta hefði getað verið ennþá betra þetta hefði getað verið ömulegt já, algjörlega en svo herma mína heimildi Tóta, þú hefði hort á War Machine á Netflix já sem er með okkar manni, húnum Alan Richardson já, sem er frægastu fyrir að leika Jack Reacher já, enda bara einhvern veginn svo fárana stór og hárréttu maður í það hlutverk stór og massaður kökull sko og ég áttum ekki alveg kannski á honum endilega sem leikara, hann er nú sennilega svolítið svona einvíður en ég bara átt síðan í neinu nema Richard ég veit ekkert hvernig hann er þetta er góðmynda? Já, þetta er sko þetta er alveg þetta er svolítið gaman sko að þessu en samt algjörlega þetta er eiginlega fáránleg mynd sko, hún er svo heimskulega og en hann sem sagt býtu það einhverjir hermenn já, sem sagt hann er það er með það sem ég ætla að koma með hann Alan Richardson sem sagt hann alltaf svona einhvern veginn springur út sem Reacher sem er fyrrverandi herrlögreglu maður og þá alltaf og bara fættur einhvern veginn inn í bandaríska herinn svo var hann í Guy Ritchie mynd daginn Ungentlemanly Warfare sem hann er á Prime líka já, er á Prime, ok, og þar var hann dansk ættuð drápsvél sem var í gengi sem að Churchill setti saman til þess að gera hann rasistum lífið leit og svo er hann semst hermaður sem kemur frá Afganistan væntanlega og er að reyna að komast inn í The Rangers þannig að ég hef aldrei síðan leika hann hermann sko ekki þú heldur, þú er bara síðan leika Reacher en er hann ekki líka, hann er í svolítið þannig stöðu að það verður mjög erfitt hann er í því sem við kallum Jackie Chan vandinn já, hann mun aldrei hann mun eiga mjög erfitt með að fá okkur annað hlutverk heldur en nákvæmlega þetta já, þú ert ekki að fara ráðan sem lækni, skilur, ég veit ekki eitthvað dýbra skilur nei, líklega ekki, en samt svo kannski eitthvað á miðjum ferlinum, þá kannski á hann eftir að koma eitthvað óvart kannski hann vissnar og minkar hann er sem sagt mechanic, hann er ókslega klár að gera við skriðdrekana og hermannatrukkana í hitanum í eðimerkur hitanum í Afganistan og þar er sem sagt litli bróður hans líka og litli bróður er alltaf sem sagt með einhverja drauma að þeir skráu sér saman og reyna að komast í The Rangers og svo bara í byrjun myndar þá bara deyr bróðurinn í sprengjuárás Talibana sko og þá fær hann náttúrulega þrá ekki fyrir hann verið að klára þetta fyrir Þetta spoila? Nei, þetta er á fyrstu 5 mínútum þá fær hann þá heilan sko hann verið að reyna að komast í The Rangers þó hann sé orðin og gamall og allt það bla bla og svo bara á meðan hann er í þessu þetta er svona classic bootcamp seríur sko, senur hlaupa og lifta og gangi gegnum mikla raunir sko og það var eitthvað vakti athygli mína þegar ég var búin að reyna að fá Dóru til að horfa með mér á Vladimir þá lítur hún upp þegar Rangers kandidatarnir eru eitthvað að hanga í einhverjum spýtum og eitthvað í rigningunni og segja þetta er eitthvað svo glatað en samt svo sexy þannig að War Machine einhvern veginn var líklega til þess að laða Dóru að tækinu sko geggjað en sem sagt í miðjum klíðum þegar það er verið að reyna að sortera út sauðina frá haurunum þá bara kemur bara eitthvað svona furðulegt geimfar og gerir árás og þetta er svona þetta er eitthvað svona mix-up af sko Transformers og gömlu tripods þetta er alveg fáránlegt sko þetta er alveg
skrítin game vélmenni Og eiga okkar menn eitthvað séns eða? Já, sko, þá kemur sko fóringin sem að Dennis Quaid á öllum leikur og veist, ég sá þess að ok, Aldrei veiki mig hljómar ekki vel, svo segir ok, Alan Ritchson ok, ég verði eiginlega að kíkja á þetta og svo, nú Dennis Quaid, þá horf ég á þetta svo Dennis Quaid bara eiginlega ekki í þessar mynd ég skil ekkert hvað hann var að gera þarna nema hann sem sagt segir við okkar mann Þú mátt ekki segja ykkur allt Nei, segir við okkar mann sem nummer 81 bara, heyrðu, ef þið farið hérna á þennan stað og sprengið þetta fyrirbæri þá verður bara öll orðin Rangers no questions asked Já, ok, já og hann og hans Hann lærlingarnir eru nýttir Já, og til þess að berjast hann og hans herflokkur komast fljótt að því að þetta hægara sagt en gert og svo bara rúllar þetta áfram í alls konar hérna þetta löng mynd? Já, það er bara einn hálfur held ég þetta er bara svona bíómynd Jesus Christ það sem að, veist, þau berjast við þetta og svo er lausnin eitthvað algjörlega gaga sko. Þetta sko ég veit það ekki sko þetta er svona Independence Day feelingur í þessu líka þetta að þessir transformerar eru út alla jörð sko að gera usla sko þannig að sameinir herir jarðarbúa þurfa að snúa bökum saman Það er fallegt það sem við þurfum svo, það sem væri eiginlega best núna til þess að stemma stigu í skautun og svo hérna, já ég meina það eina sem getur stemt stigu í skautun hérna á jörðinni geimurinn sko Sýrtum góða geimur innrás einmitt núna og þessi mynd eitthvað neginn hún smá Independence Day þetta er svolítið Predatorinn hans Alan Ritchson sko hvað er næst á dagskrá ef ég ætla að kópera Schwarzenegger ég ætla að gera svona Predator að leiða lítinn herflokk á móti einhverju game þannig að þú mæli með þessu já ég mæli heiklast með þessu og hérna ég held ég að sé sko Empire gaf henni held ég 3 stjörnur frekar en 4 og bara þetta væri sko svo fáránlega heimskuleg og vitlaus mynd á öllum levelum en væri einhverju þetta vegna bara miklu betri og skemmtilegri en hún á skili sko sem er eiginlega bara mjög bara súmar fullkominn dómur sko 3 ára 5 og svo stundum líka bara er svo gott að komast bara í svona gláp sko þú getur algjörlega slökka bara heilanum sko það er líka geður en þá samt einhvern veginn ertu minna að fara að tegja því í síman eitthvað þegar þú ert bara svona í svona notalegu kóma bara hann er blæmið það sem ég að því vorum að tala um hann að Vladimir þú veist með Rachel Weisz þeir, þú veist, en maður er alltaf eitthvað nenni ekki bælir fara í síman, það er ekki þú veist, en það er kannski líka þegar maður er ekki í markhópun ofta ef ég finn mig í þeirra aðstu þá spyr ég bara, ok, þessi þáttu var kannski ekki gerðu fyrir mig þú veist, á meðan industry maður er bara alla samræði skipta málið og bara, þú veist, því líka pælingin og því líka energian sem er sett í alla samræði sko. En svo finnur þessi maður, hann spottar náttúrulega veikleika og þá er það komin í svona Star Wars sko, þú veist, þessu Death Star það er one weakness akkurat í klofið á træpúntunum er það þannig? Nei, ekki alveg svoleiðis og svo er hann sem sagt svo inspírerandi að hann er sem sagt beðin að ávarpa bandaríska hluta hersins sem er að fara sko Jesus, og þá kemur einhver ræða og þá verður maður hey bro, þú veist fórsetin í Independence Day er búin að gera þetta þú ert ekki að fara að toppa Bill Pullman sko not going quietly into the night sko sem er náttúrulega segir hann það bara orðrétt nei, þetta er bara þú veist þegar hefur verið haldinn svona inspirational ræða í geimur árasa mynd á leveli við Bill Pullman þá eiginlega betra að sleppa því sko en það verður samt að vera, þú veist einhver tíma mun einhver tóti gera ræðu sem verður betri heldur súraði Já, í einhverju bíómynd one day þarna fer allt saman sko, það er sko stemningin í Independence Day flutningurinn hjá Bill Pullman sem er óaðfinnanlegur og Churchill hefði getað haldið þessa ræðu náttúrulega hún er svo góð sko. Ok, en sko, að þau erum að tala um heilþessu bíómyndir ég veit ekki hversu góð brú þetta er ertu búin? Já, ég held að ég sé búin að koma alltaf helsta að ég veit ekki hversu góð brú þetta er en í næstu viku er náttúrulega Óskarinn við ætlum einhvern veginn að fara yfir Óskarinn í næstu viku það er ekki að koma ákvæðum að tökum Melania Trump myndina fyrir gæti neðslega að vera með 2 þætti í næstu viku sko ég er náttúrulega búin að bíða það spenntur eftir þessari Melania mynd að hérna, við verðum eiginlega að gera við gera og komum sérbið en ég ætla ekki að biðja að spá fyrir neitt en ég væri til í eitt spátum má ég leggja það þannig að það er búið að fjölga myndir sem eru tilnefndar en nú ætla ég að lesa, ég ætla að biðja að
segja hvað mynd þú heldur að verði valin besta mynd. Ég ætla að lesa nöfnin á myndunum sem eru tilnefndar. Það eru fálega margar. Já. Ok. Þetta verður svolítið eins og þegar ég giska næstu rétt á handboltaúrslitin hérna í Danmark. Já, það var þetta rosalegt. 32-28, svo fór þetta 32-28, ekki? Já, smuna einu marki. 31-28. Já, Íslandingar skoruðu einu marki færra heldur. En býta árum til þetta, sko. Ok. Það var bara formálinn samt, sko. Ég og Kolla Bergos vorum alltaf saman með sitt hvora spána í fréttablaðinu áður saman, sko. Þannig að ég er alveg svona frekar versirar í að spá, sko. En mér finnst þetta er allt eitthvað svona rosalega svona kláti og óskýrt núna, sko. Okay. Mér finnst þetta eitthvað rugla og Kolla bentu okkur á að sko hún nefndi ekki að vera með mér í þessu núna því henni fannst þeir eiginlega allar svo leiðilegar tilnefndumyndir, sko. En stemningin er einhvern veginn weird, sko. Á þeim nótum, þetta eru myndina sem eru tilnefndar. Það er The Secret Agent, Bugonia, Marty Supreme, Train Dreams, F1 eða F1, Sinners, Frankenstein, Hamnet, One Battle After Another og að lokum Sentimental Value. Já. Það er alveg rétt, ég skynja leiðindin. Ég er bara búin að sjá One Battle After Another, F1, Sinners og Marty Supreme og Frankenstein, vissulega. Ég byrjaði á Train Dreams. Já. Ég var ekkert eitthvað sérlegur aðdáandi, sko. Ég vísu var að reyna að horfa á sko, föstaskvöldi, sko. Hún fær rosalega hátt á Rotten Tomatoes, súmynd. Já, hún er mjög góð og mér finnst hún ekki að alveg fengið svona kannski eitthvað verðskuldað svona uppklapp. Ég ætla ekki að stela. Nei, hún er samt líka svolítið. Það er eitthvað sem gerir hana torfæra, sko. Er hún að fara að vinna þetta, kannski? Nei, ég held ekki, sko. Stóra spurningin er, sko, annarkvort er Sinners að fara að taka eitthvað helling af styttum eða enga nema fyrir eitthvað tónlist og búninga. Getur ekki verið. Ég er ekki í akademían að rísa upp á afturlappunar. Ég veit ekki, þetta er alltaf ég bara með fullri virðingu fyrir þessari ágætu vampírmynd, þá er ekkert merkilegt við hana. Nei. Og ekkert sem verðskuldar eitthvað með fjölda tilnefninga. En sko ég held að ennþá svona var að tala við veðbankan, þá held ég að One Battle After Another sé og hún takir þetta. Heitust, sko. Ok. Ef það er eitthvað réttlæti í heiminum þá væri það þarna brasilíska Secret Agent. Secret Agent, já, ég hef búin að reyna að horfa á hana mjög lengi. Já, að reyna að komast á hana. Reyna að komast á hana í Bíóparadís. En sennilega verður látið duga að leyfa henni að vinna Best Foreign Language myndina, sko. Er það ekki? Jú. Þannig að, sko, ég veit ekki, mér langar að giska á One Battle After Another en svo bara veit maður ekki, svo ég veit ekki, það er alltaf bara allir einhvern veginn elska að grenja yfir Hamnet, sko. Já, það er Shakespeare myndin. Já, það er Shakespeare myndin og á maður að sjá hana? Sko. Já, kannski svona fórumsins vegna. Sko, Kollu fannst hún alveg næstu því óbærilega leðileg. Já. En ég hef ekki getað fengið mig á hana í bíó. Nei, ég skil það. Ég bara hef ekki getað gett það, sko. Hún fær 86 á Rotten Tomatoes. Já, ég veit ekki hvernig stemningin er í kosmosinu, sko. Þetta er náttúrulega misti andlitið þegar Shakespeare in Love á sínum tíma Gwyneth Paltrow fékk fyrir. Ég var aðdáandi þegar ég var lítill á 10. áratugum. Já. Gwyneth Paltrow, maður. Já, hún er nú í Marty Supreme núna, maður. Já, helviti góð þar. Já, helviti góð þar. En sko, og þannig ég veit ekki, svo hvað ætla ég að segja aðra mögulega mynd. Já, nei, ef Hamnet kemi svolítið óvart tækið það, þá hugsa ég eftir svona 5 ár, þá lítur fólk tilbaka svona eins og með The English Patient. Býtu, hvað var í gangi? Eins og þegar Crush vann það ekki. Það var nú bara alveg, það var of crazy, sko. Það var það ekki alveg gaggala góð, þá var allir bara Þegar Hamnet er náttúrulega svona Painting by Numbers Oscars verðlauna mynd, sko. En við förum mjög vel yfir þetta í næsta þetta. Við verðum svona eiginlega að gera þetta upp. Við gerum þetta upp í næsta þetta. Er þetta ekki sérþáttur? Jú, við höfum alltaf gert það, við verðum eiginlega að gera það, sko. Jú, við reynum það. Við verðum eiginlega að gera það. Það gerum við þetta upp. Þetta er semst aðfaranótt mánudagsins, bara þessu ósköp frá. Gætu kannski saman með Melania bara Óskar, gætu gert það? Aldrei að vita. En ég er svona ætla að segja, ég ætla að veðja á One Battle After Another sem að ég sjaldan verið jafn svona efins giskið, sko. Já, ég henda bara til gama svo ætla ég hendi annað gisk bara þannig að ég ætla að segja Marty Supreme. Já, þú heldur það? Já, ég held samt eiginlega ekki. Ég veit ekki hvað. Hún tekur í all box, en það er eitthvað
svo svona eitthvað veist, og við farið yfir þetta snýstum akademíuna sem eru bara leikararnir og allt settið og allir alls konar pólitík, alls konar stemming þú veist, hvað þú veist, myndir sem að snúast Hollywood eru gjarnar á að vinna það má ekki gera grína Hollywood þá það ekki að vera að vinna þú veist, það alls konar svona dæmi sko. Svo bara hvernig vindablása sko, það alltaf margir sem að allavega vilja sko meina Chalamet að fá besta leikaran fyrir Martin Supreme en svo aðri sem bara meina Leo bara en ég veit ekki sko, Von Battlefstar er þetta ekki too close to home ekki akademían ofrætt við Trump bara eins og allir aðrir það mikil pólitísk átilega þeirra mynd en ég veit ekki, mér finnst það þú veist, ég ekki viss að akademían hafið the balls sennilega fær hún ekki það þá bara ég leggja niður þessu akademíu það var ekki fleiri óskarsvelin veitir mannstu tóttu við verðum bennum að skrúa niður Trump-hattur í þessu podcasti ég veit það ég ekki eins, við segjum bara þetta vinurinn sá erli vams segir og það verður eitthvað að benda stundum á það þetta podcast reglíf, það komast allir fyrir undir þessar reglíf Herri Tóti, þetta var geðveikt maður, við erum búin að fara yfir ekkert eðla mikið ég vil þetta bladra sko skildi ekki bara komum þér bara á norður og spyrjum svo að leikslokum það ekki hjá Óskari þar til næst, takk fyrir mig 2 á toppnum í samstarfi við Aðalskoðun. Aðalskoðun býður hlustendum 2 á toppnum upp á 20% afslátt af bifreiðaskoðun. Það eina sem þið þurfa að gera að mæta á staðinn og nefna 2 á toppnum. Aðalskoðun með skoðunastöðar á 10 stöðum víðs vegar landið og þar verður tekið vel á móti ykkur.